Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Knattspyrnudeild Tindastóls og Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki skrifuðu nýlega undir samstarfssamning Knattspyrnu Akademíu sem mun taka þar til starfa í haust. Námið við Knattspyrnu Akademíuna sem hefst hér á Sauðárkróki í haust sniðið jafnt að ferðum stelpna sem stráka sem ætla að ná árangri í fótbolta. Þá skiptir ekki máli hvort viðkomandi í bóknámi eða í verknámi. Á flettinu sem við stöndum á erum við að fara að fá í næsta haust í september. Hér splungu nýjan gervigrasvöll af bestu gerð sem að sveitarfélagið að byggja til þess að koma fótboltaaðstöðunni á þann stað sem að við teljum að vera. Og okkur fannst gráupplagt að nýta þessa gjöf eða þetta framtak sveitarfélagsins til að styrkja samfélagið. Og við höfðum samband við Ingi Leif, skólameistara og Kela og ræddum við þau möguleikan á því að setja hér á stofn Knattspyrnu Akademíu þannig að krakkarnir okkar og krakkarnir sem hafa áhuga á því að stunda fótbolta við bestu mögulegu aðstæður gætu komið hingað á Sauðárkrók og gert einmitt það. Við vorum nánast í starthólunum með þetta að því leytinu til að við erum þegar með Íþróttaakademíu í körfubolta í gangi og höfum þess vegna reynslu af henni. Og þegar að Bergmann kom með þessa hugmynd til okkar þá tókum við henni bara opnum örmum og erum meir en tilbúin til að taka þátt í þessu því að við teljum að öll þáttaka í íþróttastarfi sé af hinu góða og erum meir en tilbúin til að leggja okkar að mörkum til þess að við verða. Til þess að geta lokið formlegu námi frá akademíunni þurfa nemendur að ljúka 4 einingum á önn í tækniæfingum, þreki og styrktaræfingum, auk bóklegra tíma í næringafræði, þjálffræði, hreyfifræði og íþróttasálfræði. Nemendur geta komið hvaðanæfa af landinu þar sem stór og velbúin heimavist við skólan. Heimavistin breytir því að það getur hver sem komið til okkar í akademíuna hvaðan sem á landinu því að við getum tekið á móti þessu nemendum og boðum upp á 1. klassa heimavist og flottan skóla, gott námsframboð bæði í bóklegum og verklegum greinum, bæði í hefðbundnu námi til stúdentsprófs og iðnnám þar sem lögð áhersla á hátækni og tölvustýrðar vélar auk hefðbundins handverks. Fótboltinn bara kærkomin viðbót við þá flóru sem við höfum nú þegar. Ætlið þið á fleiri greinar? Sjáu þið fyrir þið golf og sund og skíði kannski? Hver veit. Við tökum svona eitt skref í einu, ég held að sé mjög gott og að ljúka því og koma því af stað og síðan erum við tilbúin til að skoða nánast hvað sem Aðstaða til íþróttaiðkunar þykir afbragðsgóð á Sauðárkróki og vel haldið þar utan iðkendur. Já, eins og þið sjáu hérna kringum okkur að þá höfum við upp á að bjóða eitt besta íþróttasvæði landsins. Hér þarf engin bíl, heimavistin hérna rétt fyrir ofan, skólinn steinsnar frá, hér kemur gervigrasvöllur, sundlaugin hérna hinum megin, íþróttahúsið sem við sjáum hérna bak við okkur og krakkarnir geta búið hérna á heimavistinni og stunda sína íþrótt í göngufæri allan ársins hring. Við munum líka taka það fram að auki munum við taka öllum sem koma hingað í akademíuna, knattspyrnu konum og körlum, opnum örmum á æfingar með Tindastól þannig að þeir geta enn frekar náð fram að sinni íþrótt undir góðum þjálfurum með því að taka morgunæfingarnar í akademíunni og tekið svo seinnipartsæfingarnar með okkur í Tindastól. Það allir velkomnir í það við topp aðstæður. Síðasta tímabil gekk mjög vel hjá Tindastóli. Meistaraflokkur karla vann 3. deildina með miklum yfirburðum og mun leika í 2. deild næsta sumar. Meistaraflokkur kvenna spilar í næst efstu deild. Við fengum þjálfara hérna mjög snemma, erlenda þjálfara sem hefur verið að stýra hér styrktarþjálfun og öðru hjá okkur í meistaraflokkunum. Og leikmannamálin eru að vera komin á hreint og það allir rosalega spenntir fyrir sumrinu. Við erum hérna með mjög ungt og efnilegt lið, mikið af heimafólki og við hlökkum bara til að takast á við þetta. Norðlenska nautakjötið.
Uppskrift á góðu kvöldi.